Kæru fundarmenn, íbúar Vestfjarða, samstarfsfólk í ofanflóðamálum, góðir gestir. Það mér heiður að standa hér í dag og ávarpa þetta mikilvæga málþing og ég vil nú byrja á því að þakka kærlega þeim sem töluðu hér á undan. Þakka ykkur fyrir mjög áhrifarík erindi og fróðuleg. Við erum hér samankomin til að minnast þess að 30 ár eru liðin frá snjóflóðunum hörmulegu í Súðavík og á Flateyri og þetta eru atburðir sem ristu djúp sár í íslenskt samfélag og meðvitund þjóðarinnar. Við sem ekki upplifðum þetta á okkar eigin skinni eigum erfitt með að setja okkur í spor þeirra sem það gerðu og þeirra sem hafa þurft að lifa með þessari lífsreynslu allar götur síðan. Við Íslendingar höfum glímt við náttúruhamfarir allt frá því að land byggðist, en jafnvel langt fram eftir 20. öld ríkti ákveðið sinnuleysi gagnvart snjóflóðahættu. Sú hætta féll í skuggan af öllu manntjóninu sem varð í sjóslysum og í illviðrum á landi. Samfélagið tókst á við snjóflóðaslysin af æðruleysi með því að lagfæra skemmdirnar en harka af sér manntjónið og svo var bara haldið áfram með tilveruna. Snjóflóðin í Súðavík í janúar 1995 og á Flateyri í október sama ár ollu straumhvörfum í afstöðu Íslendinga til snjóflóðahættu. Mannskaða snjóflóðin í Neskaupstað 1974 þar sem 12 fórust leiddu til ákveðinnar vakningar að bæta þyrfti viðbúnað við snjóflóðahættu, en vinna við greiningu hættunar á nokkrum stöðum landsins í framhaldinu leiddi ekki til umtalsverðra breytinga. Það var ekki fyrr en eftir flóðin 95 sem gripið var til afgerandi aðgerða. Ný lög varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum voru sett 97 og stofnaður var ofanflóðasjóður til þess að fjármagna hættumat, varnarvirki, uppkaup húsnæðis á hættusvæðum og búnað til rannsókna og eftirlits með snjóflóðahættu. Veðurstofunni var falin ábyrgð á vöktun snjóflóðahættu og rýmingu húsnæðis í samvinnu við almannavarnir í heimabyggð og hættumati, skráningu, upplýsinga og rannsóknum á snjóflóðum og snjóflóðahættu. Loks var stjórnsýslan færð á einn stað í ráðuneyti umhverfismála í stað þess að hún væri dreifð á fleiri ráðuneyti. Stjórnvöld mörkuðu stefnu að meta ofanflóðahættu á traustari forsendum en áður, að byggja upp varnarvirki gegn ofanflóðum eða flytja byggð til þess að íbúar byggju við ásættanlegt öryggi. Veðurstofa Íslands vann álitsgerð árið 96 þörf fyrir snjóflóðavarnir á landinu í samvinnu við erlenda sérfræðinga og sú stefna var mörkuð að varnir fyrir hættulegustu svæði landsins yrðu komnar upp fyrir árið 2010. Það gekk ekki eftir. Áætluðum verklokum var svo seinkað til 2020 sem tókst heldur ekki og þá var markið sett á 2030. Í dag eru framkvæmdir við ofanflóðavarnir langt komnar. Lokið hefur verið við að reisa 70% þeirra varna sem nauðsynlegar eru til þess að verja íbúðarhús á 15 þéttbýlisstöðum víðs vegar landið. Það mikilvægt að hafa í huga að í lögunum sem mótuðu þessa stefnu var lögð sérstök áhersla á að verja fólk á heimilum sínum, þar sem það dvelur mestan hluta sólarhrings og þar sem uppsöfnuð áhætta mest. Og þetta eru auðvitað framkvæmdir sem hafa aftur og aftur sannað gildi sitt. Mér sagt að 58 snjóflóð hafi fallið á varnargarðana víðs vegar á landinu og sum þeirra hefðu, ef ekki væri fyrir þessi varnarmannvirki, náð niður að byggð. Og atburðir undanfarinna ára í Neskaupstað, á Flateyri, Seyðisfirði og Patreksfirði eru auðvitað áminning að verkinu ekki lokið og líka óþægileg áminning að uppbyggingin hefur ekki gengið eins hratt og vonir stóðu til í upphafi. Og þetta eitthvað sem ný ríkisstjórn horfist í augu við og áherslur okkar í þessum efnum eru skýrar. Nýlega kynntum við fjármálaáætlun til næstu 5 ára og þrátt fyrir að þar sé lögð mikil áhersla á aðhald í útgjöldum á flestum sviðum, þá erum við ekki að skera niður heldur að gefa í þegar kemur að ofanflóðavörnum. Við erum að setja meiri fjármuni í ofanflóðavarnir
heldur en áður var gert ráð fyrir til þess einmitt að flýta brýnum framkvæmdum. Samhliða þessu nú unnið að heildstæðri stefnu náttúruvá á Íslandi með það að markmiði að tryggja forgangsröðun, samræmingu og markvissari nýtingu fjárheimilda. Við ætlum að efla getu Veðurstofunnar til þess að greina og leggja mat á áhættu. Til þess eru sérstök aukaframlög í fjármálaáætlun, því að Veðurstofan gegnir auðvitað lykilhlutverki í þessari vegferð, að vera alltaf einu skrefi á undan vánni. Og ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram í dag, að það gersamlega óboðlegt að það sé dvalið í húsum á hættusvæðum, jafnvel yfir vetrartíman. Þetta óviðunandi staða og úr henni verður leyst. Það þegar unnið að því í samstarfi milli Dómsmálaráðuneytisins og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og við munum bregðast við þessu með lagafrumvarpi á næsta haustþingi. Við vitum að uppbygging varna gegn ofanflóðum sífelluverkefni. Við þurfum að viðhalda varnarmannvirkjum og skapa rými bæði fjárhagslega og skipulagslega fyrir endurskoðun og uppfærslu varna með tilkomu nýrrar þekkingar, þróaðri reiknilíkana og aukinnar gagnasöfnunar. Því fjárfesting í öruggu samfélagi skilar sér margfalt tilbaka. Hún skilar sér í auknu trausti, í öflugri byggðaþróun og í auknum lífsgæðum og vellíðan fólks. Og við berum sameiginlega ábyrgð á því að skapa umgjörð þar sem öryggi fólks í forgrunni. Það gleður mig að hér hafi safnast saman fólk úr öllum helstu stofnunum, sveitarfélögum og úr fagsamfélaginu til þess að ræða ofanflóðavarnir. Það á grunni þessarar samvinnu og samtals sem árangur næst. Við minnumst þeirra 34 sem létust í flóðunum 1995. Við minnumst einnig annarra mannskaða snjóflóða undanfarinna áratuga og ég vil nota tækifæri hér til þess að votta aðstandendum og ástvunum þeirra sem létust samúð mína og jafnframt færa öllum þeim þakklæti sem hafa sinnt björgunarstörfum við einhverjar erfiðustu aðstæður sem hægt að hugsa sér. Við heiðrum minningu þeirra sem létust og við heiðrum hugrekki þeirra sem brugðust við og þetta gerum við einna best með því að halda áfram að fjárfesta í öryggi fólks, fjárfesta í varnarmannvirkjum sem bjarga mannslífum. Það mér ánægja að fá að verja deginum með ykkur hérna, bæði í samtali og í vettvangsferð Ísafjörð og Flateyri, þar sem við fáum að sjá með eigin augum hvernig snjóflóðahættan hefur mótað byggðina og umhverfi þessara fallegu staða. Takk fyrir.